Í verksmiðjunni á Hjalteyri í gangi þriðja listasýning sumarsins, Endur ómur. Þetta samsýning 5 listamanna og eru listakonurnar Anna Hallin og Olga Bergmann umsjónarmenn sýningarinnar. Sjálfar eiga þær verk, bæði eigin verk og sameiginlegt verk, en auk þeirra eiga Angela Dufresne frá New York, Simon Ruby frá Frakklandi og Vesa-Pekka Rannikko frá Finnlandi verk á sýningunni. Það fyrst og fremst vídeóverk, hreyfimynd, animation, sem svona þema og líka náttúran, bæði framtíðin og fortíðin og samtíðin, svona tímaflakk, getur maður sagt. Að hreyfimynd fjallar bara mjög mikið tímaflakk í raunin, tíman, rammi fyrir rammi og vinna svona. En svo við, getur maður sagt, svona þema sem í gegnumgangandi svona líka náttúran. Listaverkin passa vel inn í verksmiðjuna og skapa þar ævintýralegan hljóð og myndheim. Sjón söguríkari en sýningin stendur til 5. september. Og í rauninni öll verkin í sýningunni svona frásagnaverk og tungumálið og svona textar koma fyrir þeim líka, en það svona brotakennt svo að áhorfandi getur líka raðað saman bæði hvernig verkin kallast á og líka hvað að gerast innan hvers verks. Hvað svona rými til þess líka. En hvað með ykkar eigin verk? Hvað eru þið að sýna hérna? Sameiginlega verkefni kallum við Ný öræfi, New Wilderness, og það svona hugmyndatilraun, tengist svolítið vísindaskáldskap, en líka við vinnum með klippumyndir í animation forriti og búum til í rauninni nýja heima og svona þekktu fyrirbærum. Þetta myndefnir og gamlu National Geographic blöðum, en það birtist eitthvað svona heimur þar sem ákveðnir hlutir eru, getur maður sagt, fjarverandi, eins og það engin gróður, það ekkert fólk. Það svona ákveðið vitsmunalíf, en það ekki eins og við þekkjum í dag. Nei, og svo þetta líka svolítið þema í okkur. Það þess sem sjást pínu þarna, það eitthvað svona stemcell frá furu sem við hugsa meira sem heilan galaxy, og svo eitthvað skúlptúra frá Olgu, svona himnakroppar sem efst uppi líka til sýnis. Það kemur alveg svona bara planetur inn í myndin, og svo nokkra skúlptúra eftir mig sem ég kalla cyborgs. Og þannig með náttúra, menning, tímaflakk og þyngdarleysi. Ég held líka við öllum verið slutið þyngdarleysi í þessu COVID, eitthvað þokukennt þyngdarleysi.